80% orkubúskap heimsins kemur frá jarðefnaeldsneyti. Það nokkurn veginn sama tala var fyrir 40-50 ára. Og það til apparat sem hægt að finna á netinu sem heitir Climate Action Tracker, sem fylgist með frammistöðu ríkja. Og þeir eru svona ákveðna skilgreiningar á því hvernig það gengur fyrir sig. Og Evrópa, eða Evrópusambandi nánar tiltekið, það fær einkunnina hjá þessum Climate Action Tracker insufficient á ensku, það að segja ófullnægjandi. Hvað þýðir það? Það þýðir það að ef öll ríki heims stæðu sig jafn illa eða vel eða illa og Evrópusambandsríkin, að þá myndi hlýnunin verða 2-3 gráður á landinu. Ekki innan við 2 og ekki 1,5. Síðan eru Kína og Indland langstærstu losendurnir, ef svo má orða það, langstærstu losendurnir og fara hratt stakkandi, hvað losun og gróðurhúsalofttegunda varðar. Þau fá einhverjuna highly insufficient, mjög ófullnægjandi, ef svo má orða það á íslensku. Og það því það ef allir aðri væri á sama stað og þeir, Kínverjar og Indverjar, þá væri hlýnunin á öldinni 3-4 gráður.